Nú ætlum við að kíkja aðeins á deilingu tugabrota. Þegar við deilum með tugabrotum þá erum við að athuga hversu oft fáum við, til dæmis við varum með 38,5 lítra af vatni, hversu oft getum við fyllt á hálfs líters flösku. Og það er svolítið merkilegt þegar við deilum með tölu sem er minni en 1, þá fáum við tölu sem er stærri en tala sem við deildum í, því að við getum skipt oftar í eitthvað sem er minni en 1 heldur en ef það er stærri en 1. Og að deila með hálfum er í raun það sama og að margfalda með 2. En við skulum kíkja á þetta. 38,5. Við ætlum að nota aðferðina sem ég var búin að sýna ykkur einhvern tímann. Og deilt með hálfum. Hversu oft gengur hálfur upp í 38? Og þarna erum við að skoða tugina. Það er 70 sinnum. Því að 70 sinnum hálfur er 35. Og þegar ég dreg frá situr eftir 3,5. Hversu oft gengur hálfur upp í það? Það er 7 sinnum. Út úr þessu fæ ég, það er 3,5 og engin afgangur. Út úr þessu fæ ég 77. Sem er það sama á 38,5 sinnum 2. Ég ætla að sýna ykkur skíðabrekku aðferðin á þetta. Þið munið að hvort þið notið skíðabrekku aðferðina eða þessa hérna aðferð, það skiptir ekki máli. Þið ráðið hvor aðferðina þið notið. 4 gengur aldrei upp í 1, þess vegna þarf ég að prófa 17, það er 4 sinnum. Það er 16, 1 og 7. 4 gengur 4 sinnum upp í. Það er. Og nú sjáu þið, komman kemur beint upp, beint fyrir ofan þar sem hún var. Þannig að svarið hér er 4,4, en ég get haldið áfram lengra, sjáu þið. Því að, þó ég sé búið með tölunar, þá má ég bæta við nullum hérna. Þetta er 2, það er 8, bý til fleiri 0, 5 og það er 20 og þá er ég komin að enda. Sjáðu, ég get haldið áfram og bætt bara við tölum, komman kemur svo á sama stað, þannig að svarið er 4,425.